Komið sæl, nú höldum við áfram á leið okkar sögu Sjálfstæðisflokksins sem að sjálfsögðu best að fá beint í æð frá því fólki sem hefur staðið í brúnni hjá okkur í áranna rás. Við höfum þegar fengið til okkar marga góða gesti sem hafa gegnt hinum ýmsu trúnaðarstörfum í 95 ára sögu flokksins. Gestur okkar að þessu sinni er Sigrún Björk Jakobsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri á Akureyri sem hefur komið víða við í sínum störfum, meðal annars í sveitarstjórnarmálum á Akureyri. Vertu velkomin, Sigrún Björk. Takk fyrir. Þú varst fyrst kvenna bæjarstjóri á Akureyri árin 2007 til 2009 og hafðir þá verið lengi öflugur bæjarfulltrúi og talsmaður sjálfstæðisstefnunnar í bæjarmálunum. En þú ert upphaflega ekki frá Akureyri, heldur frá Keflavík, ekki satt. Hvernig kom þetta til að þú leiddist inn á þessa braut að fara norður og hvernig leiddist þið inn í pólitíska starfið þar? Já, það er bara gaman að geta sagt frá því. Af því að ég menntaði mig ekki í háskólanum hér, þannig ég ekki alin upp í stúdentapólitíkinni. Og ég flutti norður ásamt manninu mínum og eldra barni, ég eignaðist seinna barnið mitt á Akureyri 98 og við fluttum norður í árslok 97. Og ég var að vinna í ýmsum verkefnum, ég var að kenna í Hólaskóla, var að vinna hjá Akureyrarbæ í vinnuklúbbi og svona skellti mér í háskólan í tværannir í nútímafræði og var svona alltaf einhvern veginn að hugsa pólitík. En það er ekki auðveldar dyr á mörgum flokkum og það er ekki auðveldar dyr kannski Sjálfstæðisflokks. En það var haft samband við mig þarna í árslok 2001. Og ég beði að athuga það eða skoða það hvort að ég væri tilbúin til að fara á lista, þá var uppstillingarnefndastörfin. Og ég svona hugsaði með aðeins og hugsaði já, ég er til í þetta, mér leið vel á Akureyri og ég vildi gera eitthvað fyrir hennar bæ. Og Akureyri á þeim tíma var rétt 15.000 manna samfélag. Það voru cirka 7.500 akureyringar uppaldir og fæddir og síðan 7.500 aðkomenn. Við komum þarna mikið í gegnum Háskólann á Akureyri meðal annars í nám og ílmyndastarf og eins bara fór fólk að vinna eða hitti maka sinn eða eitthvað þess aftar. Þannig að Akureyri er svolítið svona skemmtilegu bræðingur af fólki. En það er oft erfið svolítið að koma þarna inn. En ég var mjög vel tekið í Sjálfstæðisflokknum og ég var mjög ánægð með þennan lista því að bæði oddvitinn Kristján Þór og ekki síður uppstillingarnefndin, Anna Þóra Baldursdóttir og Björn Magnússon og fleiri, þau ákváðu að setja svokallaðan fléttulista af stað. Og það voru 11 konur, 11 karlar sett í fléttulista, sem sagt alltaf kona í öðru hvoru sæti. Og ég var sett þarna í 4. sæti á þessum lista. Og við kynntum hennar lista í miðjan janúar 2002, cirka 4 mánuði fyrir kosningar. Og allir aðrir flokkar voru náttúrulega undirbúið sín framboð. En við riðum að vaði með hennar fléttulista og það fóru allir flokkarnir á Akureyri tilbaka og sögðu, heyrðu, við gerum þetta líka, við látum ekki sjálfan að stela þessu. Magnað. Og það sem var svo magnað var allt í enn eftir kosningar, þá vorum við með jafnmarga konur og karla til þess að velja úr í alla nefndir. Þannig að alla nefndir voru því sem næst jafn skipaði kynjum. Framkvæmdastjórn bæjarins var líka mjög, sem sagt, jafn kynjaskipuð og svona æðstu embættismennir. Þannig að við þessar kosningar breyttist alveg töluvert. Og ég sá þá eftir þetta, bæði var þetta framsýni oddvitanna og að gera þetta, að jafnrétti er alltaf ákvörðun. Þetta er ekki náttúrulögmál. Þetta þarf alltaf ákvörðun að breyta hlutunum. Og mér fannst þessi leið vera góð að því leita. Þetta var sársaukalaus leið. Þetta var ekki, þú varst ekki kosin eitthvað sæti og þurfti sinna að skipta við konu eftir kosninga. Yfirleitt grautbúlir kallar eða konur sem að þurfa að gera það. Þarna var það bara ljóst frá byrjun, hvernig listin var skipaður og hver var hugsunin að baki. Og síðan síðan heldum við áfram með þetta í kosningunum 2006 og þetta hefur verið síðan. Verið mjög jafnt kynjahlutfall í bæjarstjórn Akureyrar og konur jafnvel meira hluta held ég á síðasta kjörtímabili. Og þannig að það halda allir þetta sé alveg bara sjálfsagt mál í dag. En ég lít svo á að þarna 2002 var tekin svolítið stefnumarkandi ákvörðun að breyta þetta. Og þá eru hlutirnir auðveldar. Og ég man það þegar ég var síðan kosin bæjarstjóri, þá
fékk ég kveðju frá ungum stelpum gegnum foreldrar, það haldið þarna smá boða eftir og foreldrarnir skiluðu kveðju frá einhverjum 12-13 ára stelpum sem voru svo ánægðir yfir því að það var kona orðin bæjarstjóri. Það var alltaf einhver fyrirmynd fyrir þær og þess að ég geti nú líka orðið bæjarstjóri. Það var alltaf orðið val og möguleiki. Og þannig held ég að við getum breytt hlutunum með því að við reynum bara að taka svolítið af skarið og svona setja málin í annan farm. Finnst þér að sjá áhrif af þessari ákvörðun ykkar 2002 í dag víða? Já, sko, mér finnst á Akureyri sjáum við það af því að það mjög gott kynjahlutfall í bæjarstjórn og í nefndum og ráðum hjá Akureyrarbæ. Og ég held að fólk sem bara vant á konur í jafnvel karla sinni þessum málum. Og oft þetta að líta á sveitarstjórnarfulltrúa sem bara hálfgerða svona þekkskildistarf og mér finnst einhvern veginn við eigum að skiptast á að taka þátt í þessu og vera óhyggu við að bjóða okkur fram til þess að einhvern veginn að bara móta þetta samfélag og efla það. Hérna, varðandi svona hugsjónina að þú kemur inn í þetta eftir að þú flyttir til Akureyrar og varst ekki í stúdentapólitíkinni eða þar, hefur alltaf verið pólitísk, hvaðan kemur áhugin á pólitíkinni og hefur alltaf verið svona hrifin af sjálfstæðis hugsuninni? Nei, alveg örugglega ekki. Ég var nú svona frekar róttækur sem unglingur og var svona í svona uppreisn gegn foreldra mínum og labbaði mér þess að Keflavíkurgönguna, Ísland og NATO. Og pabbi var stjórnarformaður Keflavíkurverktaka lengi og mikil umsvif á vellinum og þetta var svona svolítið uppreisn held ég bara gegn honum. Og hann sagði við mig því ég lagði af stað, hann sagði ekki láta þetta dreyma eða ég sæki þig. Þú getur bara að klára þetta. Og ég held að ég hafi alveg verið búin að kaffæra hugsununa þegar ég gekk í hann á Lækjartorg 50 km síðar sko. En ég held að bara þegar maður fullorðnaðist og ég menntaði mig út í Sviss og Japan og ég sá þá bara, þá held ég bara að víkka mína sýn á lífið og lífssýnina. Og ég fann það alveg þegar ég fór inn í Sjálfstæðisflokkinn að það var alveg mín lífssýn sem að samræmdist þeim gildum sem að þessi flokkur stendur fyrir. Og hvernig var að koma inn í bæjarstjórnina síðan á Akureyri? Hvernig var svo tilfinning? Það var mjög gaman að koma inn í bæjarstjórn. Ég oft líkti við að það sé eins og að henda sér í rússíbana fullri ferð. Þú þarft bara að hanga á vagninu til þess að missa ekki af honum. Og það enginn í þessu svona dýnamíska umhverfi sem bæjarfélag og rekstur þess að bíða eftir einhver nýjum bæjarfulltrúa og vita hvaða hans svona áhugamál eru. Eða hvað hann ætlar að gera. Heldur þarf maður bara að átta sig á aðstæðum, maður þarf að setja sig inn í fjölmörg mál. Ég var formaður menningarmálanefndar á þessu kjörtímabili og þannig að það var mikið umleikist og bærinn svona að vaxa. Hann hafði gengið í gegnum bara frekar erfiða tíma, mikil gjaldþrot í stórum fyrirtækjum, miklar uppsagnir og bara dálítið mikil breyting á svona atvinnutækifærum þar. Þannig að við fundum alltaf að það var svona botninu var náð og núna yrði bara leiðin upp á því. Og mér fannst óhemju gaman að koma þarna inn. Það var verið að byggja nýjan grunnskóla, það var verið að undirbúa menningarhús í Hof, það var ákveðin ríkisstjórnarinnar að byggja þessi menningarhús um allt land og Akureyri tók svolítið á skarið og sett af laggirna vinnuhóp til að bara byrja undirbúningin og þegar að fjármagnið síðan kæmi þá yrði við bara tilbúin með hönnun og okkar framlag. Þannig að það var, mér fannst þetta alveg ótrúlega skemmtilegu bær og þetta mjög skemmtilegu bær, þetta skemmtileg stærð, þarna óksaðan frá 15 og upp í held ég tæp 18.000 á þessum árum og það var bara svona ákveðin bjartsýni og mér fannst það mikill munur þegar ég flutti norður 97, þá fannst mér vera svolítið, lág fólksflóttin svolítið frá landsbyggðinni og suður en mér fannst þetta vera snúa við þarna og Kristján Þór sem var oddviti þarna, hann tók af eitthvað svolítið drengskapar og var að tala fyrir bæinn niður. Heldur alltaf að tala málan og tala fallega hann. Og það eitthvað það sem að maður hefur bara viðhaldið síðan, að sýna tryggðina þannig. Þannig að hefur þá aðal áskorunin verið fólkin í því að leiða þá uppbyggingastarf svona inn í 21. öldina, eða þannig, já, í kjölfarið af þarna aldamótunum? Já, í og með. Það breyttist svo margt þarna aldamótin. Trúin var alltaf sér svona langt síðan við sem að tala aldamóti, það það nú reyndar sko. Þannig að þetta fyrir raunin tæpum aldarfjórðungi og það hefur ýmislegt breyst á þeim árum.
og Akureyri hefur vaxið vel og náttúrulega háskólinn hefur átt sinn þátt í því að bærinn hefur stækkað og svona styrst bæði í svona sjálfsmynd og efnum. Þannig að það er þetta að þessi saga er bara skemmtilega að segja. Og árið 2007 þá tekur þú eins og framkom fyrst penna við bæjarstjórastólnum. Já. Hvernig var, þú veist, í hverju svo breyting fólkin sem að taka við því starfi, hvernig breyttist svona sýn þín á hlutina og þitt hlutverk, hvernig breyttist þetta allt saman þá? Já, það breyttist náttúrulega gríðarlega mikið því að ég var rauninni pólitískur bæjarstjóri, ég var kjörinn bæjarfulltrúi og síðan líka yfirmaður, æðsti embættismaður bæjarins, þannig ég var svona kannski með kápuna báðum öxlum. Og það hefur margt verið gagnrýnt á sem sagt tilveru pólitískra bæjarstjóra, en ég hef alltaf litið þess að pólitískur bæjarstjóri hann hefur einhverja vigt. Hann getur tekið af skarið, hann er oddviti síns flokks og hann hefur einhverja tennur og mér finnst oft ránir bæjarstjórar þó að sé frábært fólk þá einhvern veginn getur ekki hreyft sig nema hafa búin að afla sér stuðnings frá pólitíkinni. Og það voru mörg mál þarna sem við vorum að takast á við. Þjóðlendumáli var held ég eitt af fyrstu málunum og þegar ríkið ætlaði að taka Súlur sem er Bæjarfell Akureyrar og efsta staurinn í lyftunni Hlíðarfjalli allt fyrir ofan hann. Og það svona, mann svona hljópaldur svona kapp í kinn og svona alls konar svona mál sem maður átti ekkert vona að fá í fangið en fekk í fangið. Og síðan alltaf fekk ég hrunið í fangið. Ég tók við þarna 9. janúar 2007 og hrunið er síðan hérna árið síðar, í 2008 í október. Þannig að ég var svona rétt komin inn í öll mál í rekstri bæjarins og svona í þessu og starf bæjarstjóra er þannig að það er sko ekkert stórt eða smátt sem honum er óviðkomandi. Þannig að það eru fjölmörg mál sem að koma rauninni bæði hvað varðar bara íbúana, almennt líf þeirra og líðan og síðan er rauninni bara umfangsmikill rekstur á skólum og heilsugæslu og fleiri og bærinn var með mikla sem sagt nokkur verkefni sem að fólust í því að samþætta heilsugæsluna og félagsmálabatterið. Þannig að það voru alls konar svona tilraunaverkefni sem að við vorum með að höndum frá ríkinu sem var mjög gaman að taka þátt. Þetta hefur væntanlega breyst mikið við efnahagshrunið þannig að það verið væntanlega miklar áskoranir að takast á við þær aðstæður. Já, það var það. Við vorum, eða landsbyggðin var kannski jafn gíruð og Reykjavík en það var hins vegar, þetta var náttúrulega bara áfall eins og fyrir okkur öll og eitt af því sem að við settum á laggirnar var svokölluð almannaheillanemnd sem að var að fylgjast með almannaheill, ekki almannavörnum heldur bara almannaheilla því það voru alls konar sögur sem fóru að stað aukna tíðni hjónaskilnaða eða sjálfsmorða eða heimilisofbeldis eða félagsleg vandamál sem að bara voru í rauninni í kjölfar bara öryggis fólks og óvissu og þannig að þessi almannaheillanemnd var skipuð frá kirkjunni, sjúkrahúsinu, heilsugæslunni, skólunum, félagsmálabatteríinu, hittust vikulega og tókum bara stöðuna. Leiðréttum þá einhverja sögusagnir ef að við fundum að þær voru farnar af stað og bara mónitorðum eins og við gátum almenna líðan bæjarbúa. Og þetta fannst mér vera verkefni sem að gaf mjög vel og mætti óstökja alveg nota aftur í krísum. Að fylgjast með fólki bara að setja á laggirnar einhvern vettvang þar sem hægt er að mónitora. Hvað er að gerast í skólanum? Hvað er að gerast í velferðarkerfinu? Og þess að Þetta er alvöru velferðarstarf. Þetta er alvöru velferðarstarf og þarna er þetta bara með puttana á púlsinum. Að hjónaskilnaðum fjölgaði ekki og sjálfsmorðum fjölgaði ekki. Þannig að við vorum líka að reyna að svona lægja aðeins öldin og koma sannleikanum á framfæri og svona rétta það aðeins við. Einmitt, akkúrat. Hérna er eitthvað svona sem stendur upp úr sérstaklega á þessum frá þessum árum þar sem þú situr í bæjarstjórn og ert bæjarstjóri. Er eitthvað sem þú ert sérstaklega stolt af að hafi gengið í gegn eða eitthvað sérstakt verkefni sem kemur upp í hugan? Já, ég vil nefna dæmi bara eins og Menningarhúsið Hof að sjá það til enda að það var ekki hætt við það og sem betur fyrr og það var ekkert auðvelt að tryggja fjármagn í það og halda áfram en sem betur fyrr gerði við það
Við héldum líka áfram uppbyggingu eins og í skólum og íþróttamannvirkjum, bara við hægðum aðeins á ferðinni en síðan náttúrulega bara þurfti fólk aðeins að bíða aðeins lengur eftir því. Þannig að samfélagið verður alltaf svona sterkara og dýnamískara. Sveitarstjórnarverkefni fela í sér svolítið svona daglega líf einstaklings. Hringið sér lagasetninguna og svona leggja línurnar, en þegar maður í bæjarstjórn þá ertu rauninni bara að taka ákvörðun frá degi til dags. Og svo kannski horfum maður tilbaka og hugsa bara já, heyrðu, þetta var nú helling sem við gerðum. Það voru þarna skólar og alls konar verkefni sem voru sett á laggirnar og þess aftar. En maður mælir þetta rauninni bara í daglegu líðan samfélags. Hérna, aftur að þessa sjálfstæðisstefnunni, hvernig á sveitarstjórnarstiginu, því að maður velti fyrir sér hvernig birtist sjálfstæðisstefnan á sveitarstjórninu þannig vel séð, hvernig getum við náð árangri á grundvelli sjálfstæðisstefnunar á sveitarfélagastiginu svona heilt yfir? Hver þessi prinsip sem að þið höfðu í huga fyrir norðan? Sko það sem að mér finnst vera það góðarinn og sterka við sjálfstæðisflokkin stefnan og stefnan í skólamálum eða velferðarkerfinu eða þess aftur og rekstri og opinberra stofnana versus einkafyrirtæki að við höfum eitthvað og á landsfundum eins og oft rætt að það einhvern veginn svona móta stefnan. Það einhvern veginn hryggjarstykki og einhvern veginn hálmstráð sem þú tekur með þér síðan þú ferð í málefnavinnu. Og málefnavinna fyrir kosningar alveg gríðarlega skemmtileg. Þarna situr bara skemmtilegur hóp fólks og hann bara ákveða hvað langar okkur að gera fyrir hann bæ. Hvað viljum við sjá breytingar? Og viljum við sjá einkarekin leikskóla eða einkarekin grunnskóla eða bjóða út heilsugæsluna eða guð maður vita hvað. Og þú gerir það á grunni þess að þú ert búin að ræða þetta í góðum hópi sjálfstæðismanna að þetta stefna sem að við viljum prófa því við höldum og teljum að hún sé betri fyrir samfélagið að hafa einhvern veginn valkosti og fólk geti valið sér svolítið það sem hendar. Og mér finnst einhvern veginn síðan hríslast þetta niður úr málefnastarfinu í framboðskynninguna þína, hvað þú ætlar að taka fyrir hendur. Síðan þarf það að ná einhverjum málamiðlum við flokkinn sem þú ferð í samstarf með. Á fyrsta kjörtímabilinu vorum við í samstarfi við Framsóknarflokkinn og því næsta við Samfylkinguna og þar svona mætast menn á miðri leið. Oft þetta sömu verkefni, mismunandi aðferðafræði sem að menn vilja eða flokkarnir vilja beita til þess að ná árangri. Og stjórnmál snúast oft málamiðlanir og við þurfum að geta klára þær, við þurfum að geta náð þeim svo vel sé. Þannig að mér finnst þetta svona hrista svolítið niður úr flokksstarfinu, úr hugmyndafræði flokksins, niður í rauninni þau verkefni sem ætlar að beita þér fyrir, til hagsbóta fyrir samfélagið og síðan í rauninni hvernig þú kemur síðan til framkvæmda. Þannig að hinn almenni flokksmaður í raun og veru á þá heilmikið í því sem að hinn kjörnum fulltrúa að gera á vettvangi sveitarstjórnanna og alþingis ólíkt því sem kannski margir halda. Já, ég myndi segja það. Af því að í málefnastarfi þegar við erum að undirbúa kosningar þá hafa allir aðkomu og það er mjög skipta skoðanir það líka. Þannig að þetta ekki eitthvað svona einsmannsplagg sem einhvern veginn sett af stað. Þetta bara einhvern veginn lýðræði hnotskurn og allir hafa jafnan rétt á því að koma þann til þess að setja sitt mark á og varpa til hans hugmyndum að verkefnum sem að þeir myndi vilja sjá. Finnst þér Sjálfstæðisflokkurinn standa öðrum flokkum framar að þessu leyti eða? Hann alltaf þessi fjöldaflokkur og ég hef verið á landsfundi, ég var að reyna að muna á hvaða ár það var. Ég man ekki hvort það var 2005 eða 2007 jafnvel. Þegar að ég stýrði fundi í Laugardalshöll samgöngumál. Og það var alveg barist upp á líf og dauða Reykjavíkurflugvöll og ekki vissi ég þá og ég myndi síðan verið í þessu starfi sem ég núna. En þar sá maður að þarna tók fólk óhikað á og það styrkur þessa flokks. Þarna lágengir særðir í valnum, fólk bara ræddi málin, það var komist að einhverjum málamiðlum sem kannski allir voru sátti við, en það var allavega reynt að finna lausn sem svona vel flestir gátu unna. Og reynt kannski á fundarstjórn? Það reyndi töluvert á fundarstjórn. Ég var með ritarann, hann Guðmund Egil sem var líka frá Akureyri og
sem stóð sér mjög vel í þessu og við sátum hérna bara og steinin lostin eftir fundin, bara í hvaða orra hríð við hefðum lent. Einmitt, akkurat. Þannig á þetta líka að vera, skoðanaskiptið og fjör. Já. En er eitthvað svona frá þessum árum sem annarkvort sér eftir eða svona harmara að hafa ekki náð fram, er einhverjar hugsjónir eða hugmyndir sem þú áttir eftir að framkvæma eða slíkt? Nei, ég get ekki sagt það, af því að við náðum bara frábærum árangri þarna og auðvitað fengum við hrunið í fangið þessi gullaldar ár 2006 þegar vorum að búa til málumannalistan, þá ætlaði maður algjörlega að bjarga heiminum og bara gera allt og héldu að það myndi að vera aldrei skortur á fjármagni eða hugmyndum eða neitt sko. Og svona hrunið kom okkur svolítið aftur niður á jörðina og kenndi okkur alveg heilmargt. Þetta voru erfiðir tímar, þannig að það er kannski það sem er svolítið minnistæðar að heldur en það sem ég kom ekki í verk, heldur var þetta bara áskorun sem við urðum bara að takast á við og hætta við mörg verkefni sem að við höfðum vilja fara í, en eru síðan núna orðin að veruleika. Þannig að þetta tekur allt sem tíma. Nú hefur hort í nokkur ár á Akureyri utanfrá. Hvernig finnst þér bæjarfélagið svona vera statt núna? Hvernig finnst þér á stöðunni? Er eitthvað sem að þú værir að gera öðruvísi? Ég vil nú kannski ekki ræða það sko, en bæjarfélagið stendur ágætlega og ég hef hitt bæjarstjórn á fundum, bæjarfulltrúa fundum út af verkefnum á tengdum flugvöllunum Akureyri og mér finnst allir vera svona bara áfram að láta þetta ganga. Ágæti samkomulag og Ásthildur Sturludóttir hefur staðið sig mjög vel sem bæjarstjórn. Mér finnst þetta er svona skemmtileg stærð af bæjarfélagi. Hefði viljað sjá meiri sameiningar í Eyjafirði. Ég sóttist eftir því verkefni 2005 í sameiningarverkefninu þá, sem var raunin að fyrirskipa kom svona top-down verkefni frá Kristjana Möller sem var þáverandi samgönguráðherra. Og við fórum í þá vinnu og ég man að því ég fór til Kristjáns og Jakobs sem var oddviti Framsóknar og sóttist eftir því að leiða þetta verkefni og þeir svona eiginlega hristu bara hausinn og kannski þekktu sitt heimafólk betur heldur en ég sko. Og þarna var átt að sameina 10 sveitarfélög, allt frá Akureyri og Eyjafjarðarsveit inn fram að Siglufirði. Og bara skemmst frá því að segja að þetta var algjört disaster, þetta var bara klúður. Já. Og það var enginn sem að samþykkta nema Siglfirðingar og Ólafsfirðingar og úr var Fjallabyggð. En í Grenivík held ég að það hafi 2 kosið með og allir hinnir 280 á móti. Þannig að þetta var svona mín eldskírn í pólitík. Og óheimur gaman því að horfa tilbaka, því ég lærði svo gríðarlega mikið á þessu. En ég var svo mikið bjartsýnismanneskja að mér fannst þetta vera svo borðleikjandi að gera þetta, að gera bara sterka borg í Eyjafirði úr þessu 10 sveitarfélaga samfélagi. Að ég sá ekkert nema tækifæri í þessu. Og þá, eins og stundum vorum við of svona hagsýn, vorum að reikna út alls konar Excel og hagkvæmnina sem fælist í því að fækka sveitarstjórnum og fækka nefndum og ráðum. Og maður áttaði sig ekki á því að sameiningarkosningar snúast fyrst og fremst tilfinningar. Og þær gera það í Lúxemborg eða Noregi eða annars staðar. Ég fór skömmu síðar á eitthvað þing á vegum samband sveitarfélaga þar sem maður var að ræða þessi mál. Og þetta alls staðar sama. Bara hættur að vera Dalvíkingur eða Grenivíkingur þó búir í einhverju sveitarfélag sem heitir Akureyrarborg eða Eyjafjarðarborg eða Súlubyggð eins og var nú einu sinni vinnuheitið á þessu verkefni. Þannig að þetta var lærdómsríkt, að þetta snýst í grunninn fólk og hvernig þið líður og hverju þú tilheyrir. Ég til dæmis Keflvíkingur, ég hef aldrei sagst vera frá Reykjanesbæ og það mun aldrei breytast, þrátt verið að þessi aldarfjórðungur eða 40 ár held ég síðan að Reykjanesbæ sameinaður. Fyrst þér að því þú nefnir þetta, gerum við nógu mikið af þessu? Erum við of mikið að tala um tölur og gröf á köflum og minna tala við fólk og tala inn í hjörtu fólk? Ég held það. Ég held að sérstaklega svona verkefni sem að snúast náttúrulega stærðarhagkvæmni og að gera þetta öðruvísi
þá gleymum við svolítið að þetta snýst fyrst og síðast bara hver þú ert og reynir bara hverju þú tilheyrir. Og þó við reyndum að segja að það þarf ekki að breytast, þú verður alltaf sami Svalbarðseyringurinn þrátt fyrir að þú tilheyrir einhverju sveitarfélagi. Þetta einhver bara kontór sem þú átt aldrei erindi á lengur. Og það hefur meira þess að breyst á þessu tímabili, þú átt enn minna erindi inn á sjálfa sveitarstjórnarskrifstofuna að tala við sveitarstjórnina. Þó við hittar hann út á götu jafnvel, en það er kannski það sem þarf að sá sem í þessu stóra sveitarfélagi þá þurfum að gæta svona sýnileika að þessi kjörni fulltrúar sjáist á þessum stöðu áfram. Akkúrat. Hérna, nú fagnar Sjálfstæðisflokkurinn 95 ára afmæli á árinu. Hvernig horfir svona flokkurinn við og svona hvert getur þú séð Sjálfstæðisflokkinn stefna kannski sérstaklega á sveitarstjórnarstiginu svona inn í næstu 100 ár. Hvernig hvert er svona okkar erindin til næstu áratuga? Já, okkar erindi verður alltaf að boða frjálslyndi og víðsýni og möguleika og að Ísland allt sé í sterkri sókn. Og við þurfum aðeins að skoða byggðaþróunina. Hérna eru komin 63% landsmanna hérna á Stór-Reykjavíkursvæði. Við þurfum að skilgreina að Akureyri geti verið svolítið svona Vogaraflið eða Eyjafjarðarborgin eða borgin við Eyjafjörð, hún geti verið svolítið svona öxullin hinum megin. Og mér finnst við þurfa að vanda okkur svolítið þarna. Mér finnst flokkurinn hafa átt svolítið undir högg að sækja, þetta hafa verið svolítið erfið ár, sérstaklega í landsmálunum þó hann hafi verið við völd. Og við vitum ekki alveg hvað næstu mánuðir fram að kosningum færa okkur í fang, hvaða verkefni. Þannig að flokkurinn þarf aðeins að svona líta inn á við, hugsa hvað ætla ég að prestera, hver er sérstæð Sjálfstæðisflokks og fókus svolítið á hana. Og eins og segi, vera þessi víðsýna fjöldarhefing sem hann á að vera og sem að horfir alltaf á einstaklings og hvernig er þetta að gera hann betri. Hver er þýðing sjálfstæðisstefnunnar á sveitarstjórnarstiginu fyrir fólk? Er nálægðin skilurðu þáttur í þessu? Finnst þér að skipta máli fyrir flokkin að vera sterkur á sveitarstjórnarstiginu þá umfram árangur í landsmálunum? Ég held að það þurfi að vera jafnt. Líka út af því að sveitarfélög dafna ekki nema atvinnulífið sé öflugt. Og þar þurfum við að við getum ekki búið til eitthvað velferðarkerfi án þess að hafa öflugt atvinnulíf. Og það sjáum við eins og á Akureyri með þessi stóru öflugu útgerðarfyrirtæki sem þar eru og matvælaframleiðslufyrirtæki og þjónustuna sem við bjóðum upp á. Atvinnulífið er bara grundvöllur alls og þar myndi ég segja að Sjálfstæðisflokkurinn hafi besta skilningi á þörfum þess. Á atvinnulífinu? Já. Ég held við látum þetta verða loka orðin hjá okkur. Fylgist þið vel með miðlum Sjálfstæðisflokksins, þar munu birtast fleiri viðtöl við hina ýmsu trúnaða með flokksins. Takk kærlega fyrir, Sigrún Björk.